það sé hætt á því að erlendir aðilar séu að fara að hafa áhrif hérna og það byrjaði með þessu í raun og veru tilraun til síðafárs með miðflokkin að miðflokkurinn hafi verið að hitta einhver samtök og einhverja menn og síðan var þetta, hvað heitir leikurinn aftur, 7 Degrees of Kevin Bacon að reyna að tengja fólk saman og svo var reyna að tengja þetta saman og tengt við Trump og hvaðina og makarhefinguna eins og það væri einhvers konar alþjóðleg glæpasamtök sko. Heimildin að það gerði bókstaflega bara svona map sko og við sjáum það náttúrulega mynd að ég held að málatilbúnaður í Sigmundar Davíðs eða Sigríðar Andersen hefur ekkert breyst sko núna frá því við síðustu umsókn, þetta er svona bara sami hluturinn. Þannig að þetta var svona augljóslega tilraun til þess. Hins vegar að þá sjáum við á sama tíma, ég að vísa ekki mikið á Facebook en ég renni stundum í gegn þar, að Ísland var ekki fyrrbúið eða þessi umræða þjóðaratkvæðagreiðsluna var ekki fyrrfarnar stað fyrir en það fylltist hjá mér svona, hvað heitir það, svona tímalínan af einhverju áróðursefni frá Evrópusambandinu. Þar voru samtök eins og Euractiv og EU Debates og hvaðina og það var svona bæði átt að vera jákvætt spinna á þetta og svo ekki síðu þetta að það var að reyna að gefa í skyn að Ísland væri komið í einhverja keppni þessi við Moldóvíu eða Norega, þetta væri svona eins og að vinna fyrstu velun að fá að fara í Evrópusambandið og það þetta þannig að Evrópusambandið að þú veist það eyður ofboðslega miklum peningum í svona þessi NGO sem það náttúrulega í raun og það sem kallast GONGOs eða Government Operated Non-Governmental Organizations og í áróðir og það var skýrsla sérstaklega varðandi Holland sem kom fram fyrir ári síðan þar sem að Evrópusambandið hafði verið að styðja samtök og það svona lá í hlutarins eðli eða var beinlínis tilgangurinn að hafa áhrif á stefnu Evrópusambandsins sjálfs og kveða niður í þá sem að voru efasemdamenn Evrópusambandið. Þannig að og Hjörtur Guðmundsson blaðamaður eða skrípen skulum við segja að hann hefur verið mitt vakið athygli á því að í skýrslu Evrópusambandsins norðurslóðir að það var sérstaklega tekið fram að Evrópusambandið ætlaði að reyna að hafa áhrif en